Miðvikudegi 25. september og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan blauta miðvikudag og eins og alltaf á miðvikudum og þá hann mættur hérna beint á móti með Peter Johan Sigfusion. Hvað er það að gera? Hann blautur þessi miðvikudag. Já, það búið á rigning og Það var vippi. stæla besta línan. Já, Blautur miðvikudag. þetta blautur miðvikudagur, það búið að skýta veður úti. En við ætlum ekki að láta það eins og stoppa gleðina. Nú erum við að leita að fallegasta orði í íslenskri tungu. Já. Mér finnst blautur eitthvað fallegt. Blautur. Nú ekki. Hvað sér þið? Það svo margt eitthvað, sko. Það blautur miðvikudagur og blautur apinn. Nei. Það margt blautt í þessu en ég sá nú nokkur að vera að tala á Facebook. Ég held ég verði nú að vera að sammála að ljósmóður er nú svona með fallegir orðum held ég. Viti. Ekki alveg að þú veist. Hvað? Er það ekki málið? Hvað þetta? Þegar ég sá það í gær. Þú ert svo mikill miðjumaður. Þegar ég sá það í gær, þá hugsaði ég, já það er nú heldur flott. Hvað? Ljósmóður? Já. Já, en hrísmóður? Hrísmóður? Já. Djúpt grín þetta maður. Hvað finnst þér fallegast orðið? Blautur. Blautur. Er þetta blautur alveg fallegt? Nei, samt ekki. Og fallegasta orði í íslenski tungu er blautur. Já, einmitt. Aldrei. Það er meira ljósmóðir, það var eitthvað í gæsi, já, rjómi. Já, það reyndar eitthvað kyn. Rjómi líka alveg. Já, rjómi er flott orð. Rjómi. Já. Það er reyndar þannig með öll orð. Þegar ég segi þau, þá verður það flott. Þú gerir öll orð flott. Rjómi, súkkulaði. Namm. Jarðarber. Þegiðu maður. Ljósmóðir. Ljósmóðir. Eða bara móðir. Ekki bara að gera það eitthvað. Hvað gerði ég? Ég sagði bara móðir. Ég sagði bara ég sleppti ljós hundan. Já. Ég tekst að gera öll orð flott, ég geði þér það, Pétur. En að segja hvað orð mér finnst flottast? Hvað með það? Raskat. Gattur. Litli berri. Já. Skila því inn. Raskat. Raskat og pungur. Já, pungur er líka æðislegt orð. Eins og heyrið þá er húmorinn á háustíi hér hjá okkur í FM. Reyndar finnst mér mjálmir geðvikt flott. Mjálmir er ógeðslega flott. Axlir, mjálmir, olbogi, úlliður. Vá, úlliður er vangið og orð. Nei, minnst ekki flott orð. Haus, höfuð, háls. Það þarf bara að segja öll orð sem þetta er í hugum. Raskat, tilli. Tilli bjann, nei, ok. Við erum fatta ykkur í dag, kæri hlustendur. Þetta er ekki allt á þessum nótunum. Ég vil þetta maður, ég vil svona. Viltu bara segja raskat og grenju lótari? Já, það kemur bara lag. Svo er bara sleðin upp. Raskat að tussa hér og... Nei, Jans. Pétur. Wow, ómikið. Too much. Við... Það er vera frammi. Nei. Það er fara fram í 10 mínútur. Bara í skammakrókin. Við erum með fatta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með Sturla staðrendir. Við erum með Graðamanninn á sínum stað, Karoki. Við ætlum að ringja út af... Við ætlum að fara í vonda aðtið út af kettinu sem allir er að leita. Já. Það er nú meira fíaskói. Já, það er allir að leita. Eitt kött. Steindi Junior var að senda þetta, sko, honum finnst fallegast íslenska orðið. Hvað? Sígaretta. Sígaretta. Djöðala fló. Ein relli. Já, ein relli er svo Ein relli, maður. Hann er alltaf, sko, þegar maður er einhverstað með honum, hann fer það í töðunar öllum þegar hann er að fara að reykja og eitthvað svona. Af því að þetta er náttúrulega orðið bara að það reykir ekki lengur. Og hann er alltaf að reyna að fá einhverja messir eða eitthvað og hann er alltaf að reyna að búa til eitthvað svona svaða stemming í kringu það með að klappa höndum og svona er það einn relli allir saman. Nei, okkur segir ekki bara það sem þú ert að fara að gera, þú ert að fara út að reykja eins og aumingi. Nei, hvað er að þér maður? Ég verður svona neikvæð. Það er að byrja þáttinn svona neikvæð. Sérðu, ég er í þvílíkt góðskapi. Ég brosa út að eyrum hér. Þú veist, þú bara tala illa um að Steinda. Nei, ég myndi aldrei tala illa um Steinda en ég tala illa um að reykja. Stemmingu í kringu hvað sem er. Saman hvort hann er að fara að fá sér inn að feita eða ekki. Hann reynir það. Það er bara þannig með það. Það er alltaf stemming. Það er alltaf stemming. Tala nú ekki þegar hann setur hjólið í gang. Já, Þannig að hann ræsir mótuhjólið. Með almáttu, hvað ég hlæ mikið þá. En hérna... Ég var að hafa hann hérna. Hann er hérna morgun. Akkur ekki að hafa hann hérna bara í stúdíónu alltaf daginn. Já, það er fínt maður. Hafa hann bara... Það er ekki einu svona að tala. Bara í búri.
Hvað segir þú? Bara hafa hann í búri? Nei, búri ekkert mál. Það skiptir ekki máli, hann bara þarf að labba hérna bara Já, bara labband og reyna þess að greiða honum fyrir þetta. Já, það pottið þekkt. En já, svo ég útskýri vanda þetta, þá ætlum við að ringja á eftir og þú verður bara köttur og ég segist þér að búin að finna köttin. Já, glæný nálgun hjá okkur. Glæný nálgun á þetta. Ég að gera kötting. Og sem verður, ég er búin að finna hann. Hvað segir þú? Og ég segist þér að búin að finna hann. Já, en mér langaði, ég meina, mér líst vel á þetta. Það ekki? Það verður fantaþáttur. Hérna, Ötti, veistu hvað ég segi? Hvað? Við skulum bara hætta að horfa í baksýnisspegilinn. Horfum fram á veginn. Auðvitað. Varst að læra þetta? Nei. Og ég get líka lofað eitthvað því, kæru hlustendur, að okkar eini tilgangur hér í dag, í þessa 2 tíma sem við erum hérna, að reyna að skemmta ykkur. Ef okkur tekst það ekki, þá var það bara bad day at the office og við byggjumst afsökun á því, en við munum reyna okkar allra besta. Veitu hvað, varst á Dale Carnegie? Nei, var þetta ekki fínt bara? Þetta var eitthvað Dale Carnegie lykt að þessu. Nei, við erum að fara að gera okkar besta þessu. Svo setja þetta á móti Kitta Byggbútt. FM 95 blöðum með ykkur hér á þessum fína miðvikudaginn á FM 957. Já, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er orðagrín hér, orðagljáfur. FM 95 blöð á FM 957. Já, þetta er svo gaman að leika sem með íslenskuna. Þeir eru með stilt á FM 9. Nei, gaman að þessu. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon, auðvitað í blöð hérna beint á móti. Sætlitu. Nei, blekja. Heyrðu, nú er komið að því sem að margir hafa beðið eftir. Fólk sem heima situr, fólk sem situr út í bíl, getur slakað á. Það er komið að því sem að þið er búin að vera að bíða eftir. Slúðrið, bullandi Sýslandi frá Bandaríkjunum, Auðun Blöndal. Heldur að sé einhver að hlusta þetta bara á slúðrinu? Já. Ég varst það. Jú. Heldur það? Já, ok. Það er alltaf einhver sem að vill bara fá sinn skamt af einhverju sem að öðrum finnst eitthvað geðveikt bjánaði. Ok, ég er með ágætið slúður hérna í dag og ég ætla að byrja á Charlie Sheen. En hann átti að vera í kviðdóm eða svona eins og þeir kalli í Bandaríkjunum jury duty. Já. Það geta allir lent í því, hvort sem að verðt frægur leikari, tónlistarmaður eða íþróttamaður. Tom Hanks, já. Það kallaði til það. Það var daginn, já. Það var í slúðrunum meira að segja þegar ég var með þér daginn. Já, þú ættir alltaf jury duty í slúður, þú ert hérna. Já. Og já, Charlie Sheen lenti því, hann fekk bara bréf heim til sín og vinsanlega spyrum að sitja kviðdóm en það stóð ekki lengi yfir því að núna, bara strax í gær var honum bara vísað úr kviðdóminum og sagt að hann þyrfti ekkert að koma aftur því að hann var búinn að liggja hann bara sofandi. Nei. Var ekkert að sína þessum eitt gríðarlega nákvæða. Hann var vitlaus maður. Ég var ekki til í að vera hann. Prófa þetta. Myndi ég langa að vera í kviðdóm? Já. Hvað heldur að Charlie Sheen skýt þunnunum að sitja í kviðdóm? Hann vill bara vera í engaþóttu hérna á Íslandi og fara til Hawaii og hann ekkert að, veist. Ég held einmitt að svona kviðdóma getur dregist marga vikur, sko. Þessi mál klárast ekkert bara á einum degi. Ég held að þetta væri bara geðvikt. Þú getur farið bara og fengið þér elli þegar þú vilt maður. Alltaf í kaffipásu. Kaffi bara og eitthvað bara gasi, aldrei hann sýður eitthvað, eða ekki? Já, ég veit ekki. Skulum hlusta á hann eftir hátið. Sjá hvað hann segir. Sjá hvað hann er að segja. Og lögfræðinguna, sjá hvað hann segir. Svo bara eftir hátið, bara kl. 5, 6 maður. Já, þetta er búið þetta. Já, maður er einhvern veginn engu nær. Nei, samanlega. Já, nákvæmlega. Heldur þetta sé gaman? Það er gaman að koma á morgun. Já, þú er lagað til að sjá það á morgun, kannlega. Þú er ekki að gera neitt. Eins og ert að lýsa þessu, þetta er viðbjörn. Charlie Sheen þarf ekki að gera neitt hvort þið er. Hann bara er heima hjá sér og, þú veist, hefur það gott bara. Já, þess vegna hélt ég, eða hefði maður haldið, að svona Nei, hann þolir væri skemmtileg tilbreyting. Og þetta er eitthvað sem allir Bandaríkjamenn reyna að koma sér undan. Þetta er vist eitthvað algjör viðbjóður að setja kviðdóm, sko. Eins og þó að við höldum hérna því við erum búin að horfa nokkra bíómyndir og nokkra þætti, þetta sé eitthvað voða spennandi, þá er það bara ekki þannig. Og hérna ég vissum að ég myndi fíla það svona. Já, þú ert reynda svo rólegur og já, ok, ég skal gefa þér það, Pétur. Þú myndi fíla þetta í tætlur. Já. Þú verður til að sitja það bara og spjalla við liðið. Takk, ég veit ekki með ykkur en hann virkar segur í dag, eða ekki? Þú væri svona svo típa. Já, og því lengri tíma sem þetta tæki, því betra. Já, en spáði samt að vera í kviðdóm með Charlie Sheen. Þú veit svona eitthvað, ert að fara að halla þér að hann. Herru, hvað fannst einhver vitnisspyrðin hjá honum? Og það var bara hann sofandi, hann bara hvað segir þú? Það veit ég ekki. Svo er meira slúður og ég ætla að segja ykkur næst að sonur hennar Madonnu og Guy Ritchie, Rocco eins og hann heitir, hann var að skemmta í fyrsta sinn með móður sinni núna í vikunni og er komin í svona skemmtana bransan. Pappans Guy Ritchie, leiksturinn, mistir endur af þessu en
Sean Penn, fyrirvændi eiginmaður Madonnu, var hann á staðnum að sjá þetta allt saman og já, hann var svona Þau eru eitthvað. Var með eitthvað sýningu með Madonnu. Já, hvað er hann gamall þessi piltur? Hann er 13 ára og alla myndir af þessu eru bara eitthvað neginn, já, allir í leðri hérna og eitthvað rugl, þetta er eitthvað rátt. Já, og svo ég minna Lindsay Lohan og eitthvað lið hann að mætti til að horfa á þetta. Hún mætti Lindsay Lohan? Lindsay Lohan, já, vonandi edru stelpan. Já, hann er nú meira gaman að henni þegar hún er búin að fá sér einna að Já, allavega. Hún er hressari. Koma fleiri fréttir að henni. Já. Svo er það, veist, ok, reyndar núna, ég er að sjá það, þessi slúðupakki minn er ekkert rosalega juicy, sko, því að svo ætla ég að segja ykkur hérna frá Jason Derulo. Ámar að segja slúður af svoleiðis plebba. Hver er það? Já, nákvæmlega, hver er það? Hann byrjar öll lögin sín á Jason Derulo. Já, frábær tónlistarmaður. Og er með henni Jordan Sparks sem að vann American Idol hérna á sínum tíma. Já, segð okkur eitthvað af þeim. Já, hann var að viðkenna núna í viðtali að hann hlustar á tónlist með sjálfum sér þegar hann er að njóta ásta. Hann hlustar á tónlist með sjálfum sér? Já, með henni Jordan Sparks. Þetta viðkenda hann í spjallhætti? Já, og sumt áttu held ég bara að halda fyrir sjálfa þig, svei með þá. Er ekki eitthvað rosalega... Er ekki eitthvað vont við það? Hann sé að hlusta á sjálfa sig á meðan hann á stundakynni. Ég veit það ekki, veit ég er það. Eru tónlistamenn í því? Er þetta ekki? Sko, já, ég veit ekkert um það. Nei. Ég er ekki tónlistamæður. Þú ert ekki tónlistamæður. En ég geti trúa ef ég myndi gefa út eitthvað flott lag. Já, maður kæmi með. Honum finnst náttúrulega lögin sín flott, sko. Já, ég minna, það væri eitthvað að gerast í honum að maður myndi skella sjálfum sér á maður. Ég er vissum það. Ok. Það er í vissum. Já, en þetta var slúður dagsins. Alveg pott. Ég get sagt þér í lokin líka Richard Gere, hann er að skilja við Carrie Lowell, konu sína. Búin að vera saman í 11 ár. Það er sorgarfréttir maður. Já, leðilegt með Richard Gere. Ég er einhvern veginn svona, hann er gaur sem ég styð Gereinn. Þú klikkir út hér í feitum slúðupakka bara með sorgarfréttir maður. Já. Við vonum bara að hann finni ástina aftur. Hann náttúrulega var með Cindy Crawford á sínum tíma og svo giftist hann þessari Carrie Lowell. En við óskum honum allsins besta. En þá veitir það stelpur, Richard Gere, hann er á lausu. Hann er kannski ekki... Botnin úr einhvern veginn. Alveg vindlaus þetta. Tók ég alltaf stemmingur. Já, það því að Richard Gere er að skilja. Halda áfram með tónlistamanna umræðin og setja sjálf hann sig á. Þegar ég var að sjá fyrir mig Helga Björns var með vindana, maður alltaf að skella því í gang. Já, Helgi Björns, það kemur endur ekkert óvart að hann myndi setja sjálf hans á þegar hann er komin í Sveinabyrgi. Fáum auðlýsingar. Oktoberfest verður haldið hátíðlegt á Pósthúsbarnum á Akureyri helgina með FM 957. Föstudagskvöld, Pétur Valmundar og Yngvi Eysteins með bestu tónlistina í búrinu. Háskólanemar á sprellmóti sérstaklega velkomnir. Laugardagskvöld, kvöldið byrjar klukkan 10 og mjög sérstöku en stórskemmtilegu Oktoberfest pubquizi. Buddy Dalton tekur svo við og keyrir upp stemninguna þangað til plötusnúðarnir Yngvi Eysteins og Pétur Valmundar taka við og þeyta skífum langt inn í nóttina. Pilsner úr Kjell á kampinum alla helgina og fyrir þá fyrstu margborgar sig að vera mættur snemma. Sjáumst á Oktoberfesti á Pósthúsbarnum Akureyri helgina með FM 957. Við á Glow höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlantsolíu. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub í Austurvöll. Egilsgull. Léttöl. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljartbarinn Faxafinni. Vantar þið bíl? Auðveld kaup á næstuði í 9 bílum. Afísbílarnir eru komnir á bílasölu Reykjavíkur. Bíldsöða 10. FIFA 14 er komin út. Komdu í geimstöðun og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Stöð 2 kynnir með stolti. Þetta verður eitthvað. Glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi. Ég er bara rosalega hamingjursöm og gengur rosalega vel. Komið sæl og blessað. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. Ísland gott talent. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár.
Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. That kills me, makes me feel alive. That drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Í One Republic hér með lagið Counting Stars. Gjörsamlega frábært lag hér á ferðinni. Í FM 95 blöð. Að vara þetta hér inn á playlistan hjá okkur á FM. Og þetta lag við berum miklar væntingar til þess. Hér á FM. Þetta gott lag. Hæ. Þú ert í stuði, djútt fílaðið, Pétur. Það verður gaman í okkur í dag. Já, maður verður að vera í stuði með. Já. Þetta líka blautur miðvikudagur. Já, styttist þér í sturla staðreyndir og, uppáhalds dagskrárliðið minn held ég bara núna þessa dagan í FM 95 blöð. Graðimaðurinn, hann ætlar að hringja á snyrtistofur hér. Hann ætlar að hringja á snyrtistofur eftir. Það er hressandi svona á miðvikudagum. Já, það er eitthvað fallegt við hann. Það eru skrýtnir hlutir sem æsan. Skrýtnir hlutir sem æsan, já. En þú, ert með mikið jafnaðargeð, þú ert svona jafnaðargeðsmaður. Er ég? Af því að þú varst að tala um hluti sem að æsa. Já, er ég með gott jafnaðargeð? Já, og ég var að velta því fyrir mér á hann. Já. Af því að það virðist voðalega fátt geta tekið á taugum, tekið út af laginu. Nei, samt, ég get alveg verið pirraður á slítum hlutum, Já, augljósa, skilju, og horfa okkur fótboltaleik eða eitthvað svona, þú veist, ég nenni ekki að hlusta á það. Mér langar að vita, komast inn í höfuðið á þér. Nú, hvað viltu vita? Og vita hvað fer í taugarnar á þér. Hvað fer mest í taugarnar á mér? Já, ég meina að þú ættir að nefna eitthvað annað heldur en fótbolta, Já, eitthvað annað en heldur en fyrir United tapar, minnur þú? Já. Já, ok, það er náttúrulega augljóst að það fer mjög í taugarnar. Þau eru mist einhvern veginn stjórn á skapiðinu á aðra mannesku. Þau eru rífist eða hækkað róminn við einhvern. Það er þá kvenkins mannvera kannski. Ef alveg rífist, Já, ef við rífist, já. Já, við vinnum mín og annað. Ég var sveppi rífist bara eins og 100 á götur, Ég hef séð það reynda. Það er reynda magna hvað hann nær alltaf að pressa á vitlaus að taka í þér. Já, hann veit alveg hvar þér eru. Þegar við erum komnir, þegar ég er búinn að ná honum, þegar ég er búinn að pirra hann, þegar mér tekst það ekkert alltaf. En stundum þá bara næ ég að pirra hann, fer á eitthvað svæði þar sem hann pirrast, þá getur hann alveg, þá setur hann líka bara allt af stað. Þá hleypur hann bara stórskotaliðinu frá sig, Og hann er einn af fáum sem hann nær þessu. Hann og Simmi Vil. Simmi Vil, já, hann nær þessu. Simmi getur gert með alveg geðugun. En gerist mjög sjaldan hjá okkur sveppa, En Simmi gerir það þá yfirleitt. Sjaldan hjá okkur Simma líka. Það er þá fótbolti. Já, það er oftast tengt fótbolta eða bara einhver leiðandi, Það er bara nóg fyrir hann að segja, voru ekki vel fyrir þínum mönnum í gær? Nei, alls ekki. Það er nóg. Það er dött. Það var nóg fyrir hann í gamla daga. Ég hef heyrt það, En það sem að fyrir mest í töðunum mér, held ég, það er tvennt sem að poppa upp í hugan. Það fyrir ótrúlega töðunum mér ef ég er að reyna að komast inn á akrein og einhver bíl sem er á bara ágætis lulli, er ekkert á neittni hraðferð greinilega, en gefur í svo ég komist ekki fyrir framann eins og hann sé einhverjum kappakstri. Og ég þarf þá að hægja á og bíða til þess að fara fyrir aftan hann, af því að það er svona, og maður finnur bara eitthvað, ég ætla ekki að hleypa honum fyrir framann mig. Það fyrir alveg gríðalega í töðunum mig, og stundum langar mig bara ef ég er í vondu í skæpi að keyra aftan á bílinn. Þetta sér íslenskt fyrirbæri. Já, það er nefnilega málið, þetta er bara á Íslandi, Alls staðar, annars staðar, þú ert að keyra eitthvað staðar, fólk hleypið bara. Það er enginn að keppa. Þetta er ekki kappakstur. Já, við erum öll að flýta okkur. Nei, en það. Allir að komast í vinnuna, maður. Þetta getur farið alveg rosalega í töðunum mér. Þetta fyrir töðunum mér. Já, og svo er það, 20 viðbútt. Maður fyrir gríðarlega í töðunum mér ef ég er búin að vera á æfingum, sem bara fótboltaæfingu eða skvassi eða lifta eitthvað, og er sveittur og ég er svona ennþá að sveitna þegar ég er búin í sturtu og er að fara að klæða mig í fötin og svæðið þar sem að skápurinn minn er alveg tróðinn af kallmönnum. Því ég er náttúrulega líka með snertifælni og mér er heitt og er svona einhvern veginn að reyna að passa. Ég tengi við þetta, maður. Já, og ég er bara svona, þá fæ ég bara svona innilókunarkennd og bara langar helst að bara hverfa. Það getur farið alveg ótrúlega í töðunum mér. Sveitti sokkar og fótboltaskór kannski hliðin og maður er bara svona, Hvað gerur þú? Býður þú bara þangað til að klefinn tæmist? Já, nei, ég býð ekki, ég hef gert það og ég bara farið aftur inn í sturtu en svo bara reyni ég einhvern veginn að blokka. Endur bara inn í sturtu? Nei, svo reyni ég líka ofta að vera bara geðið snöggur. Það er bara svona, og er ég bara að reyna að hugsa eitthvað annað, ok, koma að sjá, hvað er ég aftur að fara að gera í kvöld og er bara að klæða mig geðið trætt og ennþá að svitna og það verður rosalega töðan á mér. Síðast en ekki síst, og sem að verður líka töðan á mér, það er að standa í biðröð í bíó.
Þú þarf nú ekki að standa í biðröð í bíó. Hvað meinar? Er þetta ekki bara síntal? Þú kynnið bara, já, góða. Hvað er þetta? Fyrir Auðun Blöndal hér. Það er að tala um ef það til þess að frumsýna mynd og það standa, veist hvað er þetta, 300 manns alveg þétt upp í hurðina. Það finnst mér alveg. Já, þú ringi bara, mér stóð það alltaf verið í svona röðum dúlla mín. Já, veist það ekki líklegt, þið myndir ringja bara það þarf að henda mér inn í salin. Þetta er auðvitað hérna. Já, ég myndi gera það. Já, þú myndir gera það. En hvað fyrir taugarnar þér? Ekki neitt. Fyrst þú varst að spyrja, vildur bara komast inn að hausinn á mér? Jú, það er reyndar sko, fyrst þú nefndir umferðin á hann. Já, nú er það bara sama. Ég var ekkert búinn að spá í hvað fyrir taugarnar mér. Ég vildi bara vita hvað fyrir taugarnar er. Ég er mjög ánægður með það. Þú ert búinn að nefna hérna 3 hluti sem að ég bara, ég vissi ekki þig sko, skilur. En tengir við það alla? Já, ég tengi við þetta búningsklefa Já, það getur alveg. Og þegar maður fer í sund líka sko, þetta skapast þessar aðstæður oft í. Já, nákvæmlega. Sundi og sérstaklega þegar maður stuppin með sér sko, og þarf maður meira pláss og hafa hann í stól og eitthvað svona. Það lýsir félagðin? Já. Hvað er þetta að ég var að tala Majorinn? Heldur ég sé með Majorinn í barnastól bara með hann að klæða mig? Ég bara tengdi þannig að þú sagðir út með stuppin með. Ég er að tala hérna klónið mitt. Ég veit það. Hann er reyndar nákvæmlega eins og þú. Já, þannig að það er ennþá verða þá. Þú ert að burðast með hangreið og... Já, maður koma fyrir eitthvað. Það er eins og þú segir, allir blautir og sveittir og svona og allt blautt einhvern veginn og allir búin að raða öllu sínu einhvern veginn út allt og dreif úr sér. Já. Það er byrjandi. En svo er umferðin náttúrulega. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þetta. Ég breytist í annan mann þegar ég sestur undir stýr á bíl. Nú? Ég er ekki Pétur Jóhann Sigfússon, lýja glað og hressigæinn sem allir þekkja sko. Hver ertu þá? Ég bara breytist í eitthvað villidýr. Eitthvað kolklíkaðan mann. Ertu byrjar umferðinni? Ég skil ekki af hverju ég er svona sko. Ég bara næ ekki, þú veist, ég þarf oft bara að bremsa mig niður sko. Ég þarf ofta að tala við sjálfa mig bara inn í bílnum. Segja bara slakað á sko, vegna þess að ég er stundum búinn að flauta á fólk, keyra upp á hliðina á þeim, skil, fólk veit alveg hver ég er sko, eða svona, og sér bara hressa hérna marathónmannin að steita eitthvað hristandi hausi. Ég er ekki að gríðast þér. Og þá ertu alveg brjálaður? Lendi í þessu síðustu viku. Eitthvað konugreið sem var fyrir mér á vinstri akrin, búinn að vera fyrir aftanar að blikka hann á fullum maður. Þá gleym ég mér, skilju, ég held bara að ég sé bíkostvarsmaður á þessum tíma, blikka hann á fullum maður og svo byrja ég að flauta maður og eitthvað maður og hún horfir í baksýnspegilinn og ég fyrir aftan hann að maður drullaður yfir maður. Farðu svona og eitthvað svona. Svo færðu þessi greið, ég fyrir upp að henni maður og eitthvað, hvað, ekki lægi með þig, með hendina svona upp í loft eitthvað og hún var bara svona brosti. Já, greiði konan, bara sé Pétur Jóhann. Já, svo bara keyrði ég fram úr henni og bara alveg brjálar. Svo bara svona rann af mér inn og fór ég að reyna að sjá þetta, þá fór ég að sjá þetta í réttu ljósi. Já, hvernig hún sá þetta greið? Hvað gerir ef að Latti væri fyrir aftæði, brjálar, þú veist, og myndi svo steita hnefa nær, þú veist, þetta er ekkert í lagi. Nei, þetta er ekki í lagi. En þá eigum við það sammeilegt að umferðin getur farið í taugarnar okkar báðum. Og Anna líka sem fyrir taugarnar minn. Og hérna, ég á nú ekki dýra bíla, skilur við. Ég á bara 2 gamla bíla, eða þannig. Gamlan Benz 96 árgerð og gamlan Nissan Terrano 99 árgerð. Það var einhver sem nuttaði hurðin utan í Benzan minn daginn. Ói, það er viðbjöður. Og leta ekki vita. Nei. Það myndi fara geðveikt töðnar á mér. Já, ég hef actually opnað hurð á aðra hurð. Ég skildi eftir miða. Samt myndi ég nú telja mér svona nettan haug. Já. En af því að maður þarf að hugsa hvað myndi gera þetta myndi koma fyrir þig. Þetta er óþólandi. Nákvæmlega maður. Það er á að hugsa. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig. Það er nákvæmlega málið. Þá veitir þið það, kæru hlustendur, hvað fyrir taugarnar á okkur pésa? Hér kemur eins og að lag sem er með Miley Cyrus. I don't watch too many movies. The pretty woman, the first kiss, the breakup, the makeup. Everyone knows it's fake, but they watch it like it's real life. FM 957 og Sambíóin bjóða nokkrum heppnum hlustendum að sjá myndina Don John. 5. 27. september klukkan 20 í Egilshöll. Fyrsta mynd leikarans Joseph Gordon-Levitt sem leikstjóra og handritshöfundar fjörug og bráðsmellin ástarsaga frá öðru sjónarhorni en áhorfendur eiga að verðast. What are you doing? I was just reading email. No, you weren't. You were watching porn. Don forfallinn klámfíkill sem líður best með sjálfum sér að horfa á netklám og ná sér í nýja stelpu í hverri viku. Hinir órannsakarlegu vegir ástar og kláms. Skemmtileg og öðruvísi mynd sem kemur hressilega á óvart.
Þeir sem ekki ná sér í miða geta keypt á sérstökum FM 957 kjörum. Kíktu á kvikmyndina Don John með FM 957 og Sambíónum. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Bátur mánaðarins á Subway pizzabátur og kostar aðeins 450 krónur. Pepperoni, pizzasósa og ostur og brakandi ferskt grænmeti. Subway, eins og þú vilt hafa. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur þú verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. FIFA 14 komin út. Komdu í geimstöðin og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent byrja á Selfossi á mánudaginn og verður það fyrsta stopp á leiði kringum landið. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánari upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Það er rétt til að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Þú varst í auglýsingunni þarna. Já, síðast auglýsingunni. Finnst þið ekki skrítið þetta? Hressandi að hafa hana hérna í miðju þetta. En minnir reyndar á, talandi þá auglýsingu, að það eru áheyrnarprufur á Selfossi á mánudaginn og endilega skellið ykkur. Þetta er svolítið spennandi. 10 milljónir í verðlaunafé. Já, það er nefnilega, það er flottu vinningur núna maður. Flottu vinningur. Hvernig fær maður þetta greitt, veistu það? Bara maður þetta bara út í hönd eða bara lagt inn á reikning? Bara ávísun öruglega. 10 millur. Þar á ég að gefa út reikning fyrir þessu, að fæ þetta bara lagt inn. Nei, ég er ekki að tala ég má ekki taka þátt í þessu, en sá sem má taka þátt. Hvað myndir þú gera, Pétur, ef þú var að mæta í Ísland Got Talent? Köttin, maður. Standa bara í jakkafötum upp á sviðið maður og gera Köttin út í eitt. En þá var þetta kannski búin að koma þér úrslit. Já. Hvað ætlar svo að gera aftur, sko, svo bara, já, hann sló í gegn í fyrri pröfunum sem kötturinn, hann er mættur aftur núna. Hvað myndir þá vera með svona í beinni útsendingu frá Hörpu, skilur? Það myndi ég bara vera með fjárstýrðan kött. Með fjárstýrðan kött? Hvernig þá? Bara læt ég lítið út, bara með fjárstýringu í höndunum. Já, þannig að þá varum við búin að uppgreita hann. Talandi köttin, þá ætlum við að nýta hann á eftir í símtali. Nei, en ég grínlaust, ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég bara, held ég myndi ekki þora að taka þátt í þessu. Jú, þú hefði gert það á sínum tíma eins og þú skráði í Finnastumar Íslands, þá varstu til í allt svona. Já, en þetta er svo... Þú hefur alveg komið og gert þetta, ekki? Já, en þú veist, ég held að uppistand virki ekki þarna til dæmi, sko. Nei, menn hafa reynda samt. Ég er að meina það, menn hafa reynda og það einhvern veginn er aldrei langt, sko. Það er erfitt. Þannig að maður þarf að geta borða glerbrót eða eitthvað, borða bjórglass eða eitthvað svona, þá er maður góðum málum. En kötturinn kemur aftur hér og eftir, við ætlum að ringja, jafnvel í lögguna ef við þorum því og segjast þeirra búin að finna köttinn því að það eru 100.000 krónur í fundalun, það er allir að leita þessum ketti, einhver svartu köttur sem að strauk úr engaþóttum. Þannig að þeir heyri köttinn hér og eftir. Kötturinn Núk. Já, kötturinn Núk, og svo er líka graðimaðurinn sem er miklu uppáttið á mér, en það er hins vegar komið að sturglum staðrindum. Yes. Núna. Og þær eru 10 eins og alltaf. 10 stykki. 10 stykki og það er ekki eftir neinu að bíða. Þetta er eins og þegar maður er að opna bara glænýjan poka Nóa-kropp eða eitthvað. Já. Nóa-kúlum í pokanum. Já. Þetta er eins og... Kvöldi framöndan. Ég elska þegar ég er búinn að panta með pizzu. Já. Hún er komin. Já. Og ég er búinn með eina sneið. Jafnvel 2. Já. Og ég sé bara það fullu kassi eftir. Nú, þetta er maður... Hún er orðin volg. Nú er klósettpapirinn og klósetti. Það er allt klárt. Mér langar í pizzu núna. Herru, hér kemur þetta. Tilbúin. Já. 20% af karlmönnum í Brasilíu eru hommar eða tvíkynniðir. 20%? Já, og hvergi í heiminum eru fleiri ladyboys, eins og stóð. Það sem að menn eru svona, veist. Hvað er það, í Brasilíu? Já, svona konur með tippi. Já. Ladyboys. Hvað er svona íslenska heitið við ladyboys? Hvað myndu við kalla það? Þetta eru við með eitthvað svo leiðis, eða? Ég veit ekki. Stelpur með tippi bara, með ekki ekkert. Strákastelpur? Nei, ég veit ekkert með. Já, strákastelpur, það er svo... Hann er komst aftan á mér auðvun. Já, ekki sem ladyboy samt.
Já, þannig að það er 20% í Brasilíu, svolítið, það er meira þar heldur en annars staðar því að samkvæmt einhverjum tölum og þá tala að það séu 10% alltaf. Já. Þannig að, já, ef að þið eru að leita... stemming í Brasilíu? Já, ef þið eru að leita Ladyboys, þá er að gera að tjekka þar. Já. Svo er það næsta, yngsta stúlka ever, eða sem sagt bara yngsta stúlka allan tíma til að fá skilnað var 10 ára. Ég ætla ekki að vera þetta er viðbjör. Ekkert svona. Þetta er stjórnlu starri. Já, þetta er í eitthvað svona landið sem hún er greinlega fengið að, ég held hún ekkert vera að giftast einhver með öðrum 10 ára gutta, sko, þannig að við skulum sleppa þessum viðbjör, við fyrir bara vonskap. Okay. Næsta, ef kona er hætt, já, þetta hérna er áhugavert og ætla að ræða við. Ef kona er hætt að rífast eða pirrast út í þig, og þá er henni orðið samið þig. Þannig að ef þið eru hann úti í samböndum, strákar, þá viljið þið pirringin og hún sé svona að nagga í ykkur, sko. Ef hún er ekki að því, þá er henni orðið alveg samið. Þetta er ágætt að hafa á baku eyrað. Já, samkvæmt sturluðum staðreyndum. Já, þetta er mjög gott. Það er ekki svolítið til í þessu? Ég held að sé bara heilmikið til í þessu. Já. Þetta segir mig það. Sigrún mín er alveg vitlaus í mig. Nei, vonandi er hún ekki að heyra þetta. Vonandi er hún ekki að hlusta. Er það góða fréttir fyrir þig? Þetta er góða fréttir fyrir kallinn. Hún er ekkert smá ástofangin. Hún er ekkert smá ástofangin að Sigfjús, maður. Hún er vitlaus í kallinn. Nei. Næsta. Ég er mikið í kringum ykkur, það er þá bara á heimilinu. Aldrei við heilt hann að nagga þér. Nei, ég er líka bara fíblast. Ég myndi aldrei þóra að segja þetta nema því að þetta er grín. Svo er það hér. Túrtappar voru, túrtappar voru gerðir fyrir byssusár á sínum tíma. Já, það er uppáðið á túrtappum. Já, og svo hefur bara einhver... Svo hefur þetta færst út í hitt. Svo hefur bara einhver ný skotin heima og segir bara, ástu mín, hvað er það er búið að skjóta mig. Já, ég fann eitthvað annað fyrir þetta. Ég held þú væri alveg hættur í þessum skotbæri. Þannig að þetta var alltaf ekki nota fyrst sem í sama tilgangi og þetta er notað í dag, sko. Já, þetta er flott starrend. Ekki? Já. Svo er það næsta. Jesse Pinkman, veistu hver það er? Já, kallum. Já, það eru margir sem er að hlusta núna sem vita hver Jesse Pinkman er, því að mínum mati einhverju bestu þættir í sjónvarpi í dag. Hann er í Breaking Bad og er karakter í Breaking Bad, þar að segja. Hann átti að deyja í lok fyrstu seríu af Breaking Bad samkvæmt handriti. Sem sagt sá karakter. En framleiðendum fann svo gott chemistry á honum og Walter White að þeir held hún, og sem betur fyrir því að hann er náttúrulega ennþá í seríun í dag. Það er endur allt vittlust núna, ég ætla ekki að fara nánar út í það er ekki allir búin að sjá nýjustu þættina. Nei. En þetta var ágætt fyrir strákinn sem leikur Jesse Pinkman, því að hann er búin að þegja að tæpa 2 milljarða á þessum þáttum. Nú, hvað? En ég held að hann sé ekkert ósáttu við það að menn hafi verið ánægðir með chemistry hjá þeim. Munnaði ágætlum, ég hef aldrei séð hann að gauður í einhverjum hlutverkum, þannig að þetta var svona breykið hans. Já. Breaking Bad. Fínir þettir. Mjög góð þettir. Ég er aftur komin í sáttu þá. Já, mistur aðeinslir. Það er náttúrulega nýjasta og síðasta serían. Ég held þetta sé bara allavega núna, ég á 3 þætti eftir. Besta sjónsetning sem ég sé, síðasta serían af Breaking Bad. Ertu að tala um 3 þætti eftir af seríunni sem er verið að sína á Stöð 2 núna? Já. Og eru 3 þættir eftir af því? Nei, það eru 1 þáttur sem eftir að koma utan, ég á 2 inn á voddin held ég, 1 eða 2. Svo kemur hér næsta, eins og með fingraför, að þá eru engin tunguför eins. Þannig að tungur að mér, eða? Tunguför? Já, það er hérna, skilur, framan á. Og það er engin eins, svoleiðis. Þannig að löggan gæti alveg bara tekið tunguna og setja á blek og smelti á. Í alveg það? Aðeins flóknara en. Maður nota þetta líka, þú veist, nú er að koma svona fingrafara skannar á síman. Þú sleikja síman. Já, gætla tunguna á síman. Velkomin Pétur. Já, þetta er svolítið magna. Ég vissi þetta ekki, að það var engin meins tungu fyrr. Maður sá tunguna þér. Það er svona hér, það er búið að frista yfir 250 manns í vonum að finnist lækning við sjúkdóm þeirra. Og sennilega sá frægast er Walt Disney. Býtu, hvað sagður? Er búið að frista yfir 250 manns, sem voru að bara að deyja út af einhverjum sjúkdóm. Og ég vonum að þeirra er búið að finna lækningu að það sé hægt að afþýða þau. Og þá lifniðu við? Já, þetta hefur verið gert við dýr, sko, og virkað, já. En ekki verið prófað, ég held að sé aldrei búið að prófa að afþýða eitthvað hingað til, sko. Walt Disney frosin, ekki það? Já, vissur það ekki?
Þetta vissi ég ekki. Ég held að vissi það allir. Þetta er magnað maður. Já, en það er örugglega erfitt að vakna úr því rugli samt, sko. Hvað er hann búinn að vera frosin lengi? Það er eitthvað 10 ára, held ég. Já, það er... 30 árið eitthvað, 20 ára. Nei, svo þegar hann kemur aftur bara, herru, jæja, ætlar að fara að taka við fyrirtækinu. Búið svona, herru... Hvað er að frétta Mega Mús? Ætlaðu ekki að gera nýja útgáfu á honum, eða hvernig? Já, það er búið að gera fleiri tugi útgáfur á þessum Mega Mús. Ok, vil ég byrja að teikna aftur það? Nei, það eru menn hérna á tölvum sem er að teikna það. Hvað er tölvum? Hvað er það? Tölvum? Það er bara hérna, hann er að teikna nýjan Andrés Öndina fyrir okkur bara as we speak. Júsis, ég verð heima á mér að vera eitthvað við þessum. Þannig að ég held að það sé ekkert grína fyrir allt til að mæta aftur. Eftir öll þessi ármaður. Svo er ég það eru 3 ár eftir. NASA borgar fólki, er að bjóðast, er að leita eftir fólki og býðst til að borga $15,000 fyrir að hanga upp í rúmi í 87 daga. Við með ekkert gera. Það meina að vera að gera eitthvað rannsóknir. Hvað ég verið til í hitt á maður? Þetta er ágætis peningur. Upp í rúmi? Samt ágætis peningur. Jú, þetta er alveg, þetta eru 2 milljónir fyrir 87 daga starf. Já, það er ágætt. Já, fyrir að gera ekkert. Hvað er bara að vera hérna? Já. Stendur þetta ekkert, þú hlýtur að með að horfa á sjónvarpi og svona? Já, ég meina, þú getur tekið með þér kannski eitthvað, iPad eða eitthvað. Ég meina, hanga upp í rúmi í 87 daga er bara eitthvað sem kallast líf hjá sumum, sko. Já. Sumir eru bara í því að hanga heima þessu. Já. Það er eftir 80% fólk sem reykir byrjaði að reykja áður en það var 18 ára. Það er líka ekkert hallæðislegar að hann byrja að reykja sem fullorðinn maður. Hvað sagðirðu? 85% þeirra sem að reykja? Nei, 80% þeirra sem reykja byrjuði áður en það var 18. Fólk að fikta sem úlingar og eitthvað svona. Ég var samt reyndar búinn að sjá fyrir mig sko að kannski þegar maður er bara komin á elliheimili byrja þá bara að reykja? Já, og drekka ótæpilega og vera í rugli. Ok. Vera bara meira og minna. Vera að gera eitthvað rebel? Já, þú veist, þá er maður bara hættur að vinna og er nokkuð góður og búinn að gera allt sem maður ætlaði sér. Já, alveg samátt og fólk þólið ekki. Já, reykja bara 4 pakka á dagmaður og sulla bara í vodka og einhverju rugli bara. Það er pæling. Þú börnin að koma að heimsækja mann og það er alveg rænulegs bara. Það er ekki það hérna maður. Það er helviti fíblagangur hérna maður. Með sígarettu. Drullugur út. Æ, afi, þegi þú og eitthvað svona. Afi, ég er ekkert afið. Það var mjög gott. Já, það var svona, ég sá það fyrir mér einhver tíman en ég veit ekki. Ég myndi koma að heimsækja þig. Ertu viss? Já. Svo var það síðasta sturla staðurinn dagsins. Mr. T. Mr. T. Mjög til landsvinn. Ég hef heyrt á honum. Hvað er að frétta hvað? Já, hann er hættur að ganga með gullkeðjur að virðingaskyni við þá sem að mistu allt sitt í fellibildum Katrínu. Já. Hverjum er ekki drullu sama hvort að Mr. T sé með gullkeðjur eða ekki. Ég er hættur að ganga með gullkeðjur. Eftir þetta Katrína. Já, fólk sem misti allt þar og ég ætla bara minnst að rangta mér að vera að ganga með einhverja gullkeðjur. Ég get alveg lofaði því að fólki sem varð fyrir þjólanni og leiðilegt fyrir það fólk að skildi missa þarna heimili sín. Ég held að þeim sem drullu saman hvort að Mr. T sé með eitthvað gullkeðjur eða ekki. Já, ég held það. Hann er samt að reyna að gera góðverk. Þetta er hans framlag. Já, það er rétt. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér eftir smá stund ætlum við að ringja með köttinn þykjast á að fundi hann og ég held að það geti orðið áhugavert. Svo er það Graðimaðurinn líka og karaoke. En hér er hins vegar tónlistarmaður sem að kalla sig Drake og lagið er Hold On Home. Það var nú ekki við okkur Pétur, hins vegar. Við hefum alveg góðan klukkutíma eftir hér með ykkur kæru hlustendur. Og styttist í Graðamanninn og köttinn. Við ætlum að taka hér símtal sem að, já, við getum alveg kallað þetta vondatið og við ætlum að þykjast að vera búin að finna köttinn. Já, þetta er bara vondatið. Á maður ekki að hafa samband við lögregluna ef maður finnur hann á kött. Þannig að þú veist, það hefur engin köttur vakið mikla athygli á Íslandi og þessi. Og þetta buggaði með þessa pínu. Að hvað leiti buggar þetta? Æja, því að það er bara einhver kisa sem að stríkur úr einhverja engaþóttu hjá einhverju moldríku liði og það eru bara björgunarsveitin og bara það gengur allt út á það að finna hana kött. Já. Ég meina, hvað ef einhver 11 ára krakki týnir kettinu sinum í Breiðholtinu, hefur öll að fara að leita á honum og... Það er bara... Er þessi köttur með einhver sérstakka krafta, veistu það? Nei, það held ég ekki. Nei, þetta er bara bull. Bara því þið eru moldríka þá bara... Akkur segir það, þessi moldrík? Nú, þau eru með engaþóttu og eru að bjóða 100 skall fyrir
fyrir 100 skalli fundalaun fyrir þann sem finnur köttinn. Þið gerir mikið bara óstjórnlega vænt köttinn? Já, alveg eins og þessum 11 ára gutta í Húsavík, 11 ára gutta í Breiðholtinu myndi finnast, hún þykir ekkert minna vænt köttinn sinn, sko. Nei, ég veit það, en hvernig myndir þú vilja leysa þetta mál? Já, ég myndi bara ekki. Myndir þú vilja að væri bara stofnaða kattasjóður, þannig að það væri alltaf jafn mikill peningur að fengjum bara allir dreift úr þessu sjóðu og tíni geta og farið alltaf 100 áskall til að geta borga fundal. Nei, ég er bara, það sem mér finnst steikt þetta er bara Fossinu og Vísi og MBL og DVF og það eru bara allir að tala um hennan kött. Ég fekk á tilfinninguna, eins og þú segir, hún er væntanlega á þessa engaþóttu og kannski þessi kona allavega komandi í viðtali í Kastljósi og gaf bara upp símanúmerið sitt. Já, auðvitað vorkenni henni, ég er ekki að rakka, ég er ekki að lítið á, auðvitað finnst mér leiðilegt hún sé búin að týna kettinni sínum. Já. En að þetta skulle bara vera orðið stærsta vandamál okkar Íslendinga er svo annað mál. En sko, vandamáli held ég, snýst ekki síður um það að það er bannað að koma með ketti hérna, eða dýr, inn í landin nema þau séu sett í sótkví. Já, reyndar. Og þessi köttur fór ekkert í gegnum slíkt ferli, sko. Og þessna sem allir eru að leita á honum? Ég held að einhverju leiti snúist þetta það, sko. Hann geti sem sagt búið til einhverja, ef hann bara gengur laus hérna og sefur hjá öðrum köttum, þá eru til einhver hýbrít kattakinn, kattaflokkur, sem verður bara einhver afsprengi af einhverjum svissneskum ketti eða hvað, ég veit ekki hvaða tegund þessum ketti var. Já. Þetta getur úr stóræðulegt. Öskulíðin getur úr full af einhverjum killer cats bara. Hvað er ekki eins og sé að fara að búið til tígristíð, sko? Akkur ekki, hvað veitum við? Þannig við ætlum að hringja í lögguna hér eftir smá stund, maður sé að ertu með köttinn tilbúin eða? Þú ert kannski að ráa öskulín og hjú bara einhver human köttur bara eitthvað afmyndað afsprengi maður, eitthvað stór hættulegt kvikindi. Já, ok, ég tek þetta allt tilbaka. Við verðum að finna hann. Reyna að fyrirbyggja það maður. Já, við verðum að finna hann. Við ætlum að hringja eftir þessar auglýsingar. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sweet Chili Teriyaki. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. FIFA 14 er komin út. Komdu í geimstöðin og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Stöð 2 kynnir með stolti. Glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margkvæmt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. Hins vegar komið að því sem við vorum að ræða hér áðan, það er ekki talað um annað á Íslandi en að kötta það og við erum að spáða að ringja núna og þykjast að vera búin að finna hann, Pétur. Kötturinn Núk. Já, kötturinn Núk og við ætlum að kalla þetta bara vonda atið. Þetta þarf svo sem ekki að heita neitt, sko, við getum ekki ringt á Hótel Loftleiðir eða flugvöllin því að þá held ég að allir bara alltaf að vera með grínast. Ef maður er í vafa hvert maður á að ringja, þá ringir maður bara í löguna. Já, en ég er samt pínur hræddur við það að ringja í lögguna, ég verð að viðurkenna það. Já, en svo fyrir að hugsa, hafa þeir ekki alveg húmor eins og aðrir? Já, sjálfsögðu. Þeir hafa meiri húmor en aðrir. Og hafa maður ekki að ringja... Þeir eru alltaf resir. Við erum náttúrulega ekki að ringja 112, þannig að við erum ekki það grófir, sko. Við erum ekki að fara alla leið, sko. Nei, þannig að bara... Bara ringja á skiptiborðið bara. Já, verið þá ekki að finna bara hérna lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og ringja bara í það númer. Gætum
Þú ert að bíða reyndar, eða þú veist, það kemur alltaf svona. Ég að hringja hérna. Ok, og hringi lögguna á höfuðborgarsvæðinu og segja, ertu tilbúið með köttina? Já, segja við sem búin að finna köttina. Lögregluþjónustu. Er það lögreglan? Já, þetta er ennþá að leita að kettinum. Er þú með kött? Já. Ég er með eitthvað svartan kött hérna. Heyrðu, ertu... Þetta er svo... Ég get þetta. Þetta er svo... Pétur, ég get þetta. Hvar ert þú? Hvað segir þau? Hvar ert þú? Ég stættur hérna í skaftaliðinni. Hvað? Hæ? Ég get þetta að koma að kaupa þetta. Kvíðan? Nei. Jú. Heyrðu, ég verð að reyna hérna annað númer. Nú, fulla maður. Heyrðu, ég finn engan. Nei, ok. Ertu eitthvað viss að þetta sé rétti kötturinn? Hvað segir þau? Ertu viss að þetta sé rétti kötturinn? Nei, hann er svartur. Er hann einlítur svartur? Ástu mín, er hann einlítur? Já, hvað? Já, með sínum það. Já, ef þetta er einlítur svartur köttur, þá er þetta ekki rétti köttur. Þá skulum við sleppa honum. Hvað segir þau? Ef þetta er einlítur svartur köttur, þá er þetta ekki rétti kötturinn og þá skulum við sleppa honum. Nú, ok, ég fann hann samt hérna alveg á svæðinu. Já, það er svo margir kettir, en hann er ekki einlítur svartur. Er ekki einhver 100 skall fyrir þetta? Heyrðu, slepptu nú kissu. Þetta er ekki rétti kötturinn. Er ekki einhver fundalaun? Nei, þetta er ekki rétti kötturinn. Hvað segir þau? Kissinu strax. Sleppi mig. Hún var alveg að kaupa þetta alltaf daginn. Þessi var, menn sko þetta er lögreglan, þannig að við verðum að ringja og beða stafsökunar sko. Það er bara, ég ætla ekki að fá löggun á mig. Já, við. Mér finnst svo illa á það að byrja þetta. Já, hún var bara létt maður. Já, það ekki. Við þurfum að kannski að láta hann að vita að það er rétt yfir. Þetta var vond... Ég er alveg að farast í hálsinn með þetta maður. Vond aðið með köttinn og... Þetta var bara gott að. Já, löggan var að segja okkur. Slepptu gettinum, svona stöðu að hætti þessum maður. Slepptu þessum gettinum. Hún sá fyrir sér og heldur á honum bara. Það er ekki rétt í göttinni. Er ekki 100 skallir eða það? Var búin að finna einhvern. Þetta var vond aðið sem var svo ágætt en ég ætla samt að passa mig að hringja löggan og láta hann að vita. Já. Love Me Again spila þessi strákar, þetta eru strákarnir í hljómsveitinni The Deep in Motion, frábært lag og við klar væntingar bundnar við þetta lag hér á FM 957. Þeir eru með stilt á FM 95 blöð sem er útastáttur alla virka daga milli 4 og 6. Hvað sagði þau? Deep in Motion? Deep in Motion. Já, það var enda John Newman en alltaf leið. Hæ? Var það? Hann er kannski í hljómsveitinni Deep in Motion. Það var í henni. Já, þetta er solo. Sorry. Hann er komið núna á solo. Skiptir ekki öllu, ég byrst afsökunar á þessu. Við erum með stilt á FM 95 blöð, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, að miðvikudagur. Og þið þekkið allt saman út og inn. Við ætlum að vinda okkur í karaoke hér á eftir. Við erum mjög vandrað með að finna lög, ég og Utti, félagi minn, hann stendur hérna beint á móti mér. Utti, hvernig ertu? Ég bara gæti ekki betri. Flott. Þegar við ekki opna síman, 511-0957. Jó, við hefum ekki tekið karaoke núna í 3 vikur og við erum búin að breyta hérna í FN9 blöð. Við tökum bara 3 ekna fresti núna. Tókum það eins og alltaf á miðvikudum. Og svo bara við erum búin að taka það oft en við okkur vantar lög á eftir þannig endilega hringi 511-0957 en bara ef þið eru með eitthvað góðar hugmyndir að lögum. Síðast tókum við einhverja balluður. Já, það var einhver balluðu keppni hjá okkur síðast. Þú vannst það? Vann ég það? Okay. Hefur maður rétt. Svo styttist í Graðamannin, hann er hérna næstur og það, veistu það Pétur, það er orðin bara minn uppáhaldskarakter í dag í FM 95 blöð. Maðurinn sem æsist við skrýtna hluti. Já. Og hann ætlar að hringja hvað í snirtistofur hérna eftir. Já, sá fyrir mér að hann ætti það alveg eftir. Já, æsist við það, en opnum fyrst fyrir síman, fáum hérna svona 4-5 FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað væri þú til að heyra í karaoke eftir? Það er sæl, væri ég ekki til að heyra hérna Pussycat-lagið hérna. Pussycat, Pussycat, I love you. Já, Tom Jones bara? Já, ekki. Ok, Pussycat, þetta er nýtt allavega. Þetta er flott fyrir hafðiríkjuna. I love you, I love you.
Já. Það er komið að blaða alla. Þetta er gott. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Við tökum hérna nokkru viðbót. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað værið þú til að heyra í karaokeun eftir? Ég væri til að heyra hérna Alice Cooper, Poison. Þannig erum við að tala saman. Þetta er enda mjög góð til að. Já, þetta er, og hefur aldrei verið áður. Þessi er frábær, ég get eiginlega að lofa þér, hún verður, Poison verður glættir. Takk fyrir þetta, unnur. Takk fyrir þetta. Ok, það er alltaf þetta að treysta á hlustendur, við fáum góð lög. FM, góðan daginn, hvað vilt þú heyra í karaoke? Herðu, ég vil heyra People Are Strange með Doors. People Are Strange, Doors, reynda að setja það hérna líka. Já, mér er stöðlað þetta. Já, annað gott lag. Góð lög sem að þið vilja að við eyðileggjum í dag. Þetta er eiginlega ekki karaoke, þetta er meira bara, herri, jæja. Kæri hlustandi, hvaða lag vilt þú að við eyðileggjum fyrir þér? Takk fyrir þetta. Takk fyrir, sjáumst. Við skulum bara spyrja þetta. Jæja, kæri hlustandi, hvaða lag viltu að við eyðileggjum á eftir? Halló? Halló? Já, hvaða lag viltu heyra í karaokeinu? Hvað er að gerast hérna? Halló? Hvað finni? FM, hvaða lag vilt þú heyra í karaokeinu? Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Það væri ekkert verra að heyra auðvitað svona í tilefni dagsins syngja You Never Walk Alone. Svona þetta leiknum í kvöld. Já. Já, ef ég yrði að eyðileggja eitthvað lag. Þá er það þetta. Já, þá er allt í lagi að eyðileggja þetta lag. Ég ætla að setja þetta blað, það er aldrei að vita að ég taka þetta. Eina bara, sko, ef ég myndi syngja, þá veit ég að það er einhverju vinni mínu sem myndi taka það og eiga það og spila það á einhverjum óöfnilegum tíma, held ég. Getur verið. Já, en við skoðum þetta. Takk fyrir þetta. Ok, takk fyrir þetta. Tökum 2 í viðbót. Við erum að reyna að velja lög í karaoke sem er setna í dag, en hér rétt handa á hotnið er Graðimaðurinn FM. Dæi. Hæ. Sælar. Hæ. Hvað segirðu? Ég segi nú allt gott. Það ekki. Já, voðalegu. Það er stemming. Já. Já, þessi ekki í gangi. Þetta er snill, þetta er gaman. Hvað viltu heyra í karaokeinu? Við viljum heyra Thunderstruck. Thunderstruck, AC/DC? Já. Það er mjög góð til að maður. Er það ekki svolítið, er það ekki eitthvað fyrir Pétur? Jú. Það eru glæsilegt, takk fyrir þetta. Já, ok. Ok, bye. Það var stemming þetta, þá er það síðasti hlustandi sem við að dettur inn hér. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú gott? Ég segi rosalega fínt, en þið? Það eru bara bratti strákandi, hvað er verið að brasa? Hérna, mér fannst þessu Hips Don't Lie með Shakíru, það var æðislegt. Hvað segir það? Hips Don't Lie með Shakíru. Hips Don't Lie, já, með Shakíru. Það er æðislegt að heyra annan kollegar syngja það. Herru, það er komið með Hips Don't Lie, það er þetta bara fínt. Það er ekki. Já, nokkuð góð til að. Já, takk hjá fyrir þetta. Já. Ok, bye. Þá erum við konum með nokkur lög á blað. Sem við getum valið úr. Já, það var hérna Pussycat, það var Poison með Alice Cooper, frábær hugmynd. Svo var það hérna People Are Strange með Doors, You Never Walk Alone, Thunderstruck, Hips Don't Lie. Við hljótum að finna eitthvað út úr strákanir. Við ætlum að fara hins vegar hér í auglýsingar. Svo er það, eins og ég sagði það, minn uppáhaldskarakter í FM 95 blöðu dag, Graðimaðurinn, sem að æsist við skrýtna hluti, ekki missa á honum, strax eftir auglýsingar. FM 957 kemur í samstarfi við Geimstöðina Kringlunni. FIFA 14 kemur í verslun Geimstöðurinnar í kvöld klukkan 22. Þeir sem tryggja sér eintak í forböndum fá keppnisrétt í FIFA mót Geimstöðurinnar sem haldið verður á miðvikudaginn. Fyrsta sæti gefur ferð fyrir 2 á leiki Elska með gamanferðum. Annan og þriðja sæti gefa gjafabréf frá Geimstöðinni. Athugið, þið forbandi leikin á geimstöðin.is eða með því að mæta í verslun Geimstöðurinnar Kringlunni. Nokkur heppnir frá eintakið endurgreitt. FM 957, Geimstöðin og FIFA 14. Í dag er venjulegur dagur. Einhver fekk 9,5 í prófinu á meðan sumir sváfu ósköp einfaldlega yfir sig. Það gerast hlutir á hverjum degi, góðir og slæmir, og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Spænskur saltfiskréttur, fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grávói. Með afsláttarþrepum Orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Trúleg kynnir.
Falk tónleikar til styrktar Falk Uber Evrópa Tour 2013, Crackpot og AMF4 ásamt a.k.a. Trouble og Harry Knuckles á Gamla Gauknum 27. september klukkan 9. 1000 krónur inn. Dómarinn flautaði til leiks fyrir hálftíma, en þú getur samt horft á leikinn frá byrjun. Íttu á play og horfðu á frá upphafi með tímaflakki í Vodafone sjónvarpi. FIFA 14 komin út. Komdu í geimstöðin og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn. Verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion. Gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. FM 957 og veit ekki með ykkur kæru hlustendur en ég blöndarlega orðin spenntur núna. Já, já. Því að við erum að, sko, ég held að þetta sé bara orðin minn uppáhaldsliður í FM 95 Blö. Nú, hvaða liður er það? Það er graðimaðurinn, eins og við kallum hann. Það er komið að honum núna? Já, eða, veist, það er eiginlega betra að kalla þetta æstimaðurinn því að það er, veist, það er aldrei dónaskapur í honum. Nei, aldrei dónaskapur. Hann segir ekki dónalega orð og er ekki með neitt viðbjóð. Nei. En hann æsist við skrýtna hluti. Já, þannig að þetta er ekki the horny bastard. Nei, þetta er bara... Þetta er the happy bastard. Já, bara æsti maðurinn og... Já, hann hefur hringt í bónda, hann hefur hringt í, svona, hvað heitir þetta, sem gerur svona... Endurskoðendur og bændur og við ætlum að eitthvað? Já, og svo hringdi hann síðast í hundasnirtingar. Já, alveg rétt, já. En núna ætlum hann að hringja bara á snirtistofu. Ok. Og hvað æsir hann þar, Pétur? Já, sko, ég sá fyrir mér að þetta væri náttúrulega dálítið borðlíkjandi, sko, að því snirtistofur eru augljóslega ekki með að gera neitt kynferðislegt, sko. Nei. En það er náttúrulega verið að snirta svæði sem eru svona... Já, er hann með táfettis, jafnvel? Hann er með alveg svakalitt fótafettis. Hann er alveg, bara hann má ekki sjá ökla eða hæl eða einhverja tær eða svona ristar, svona, ekki brauðrist heldur. Öklar og ristar á fólki, ekki bara hver fólki. Það kveikir í honum. Ertu tilbúin? Já. Já, Eikró. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ertu ekki að gera svona fótstyrningu? Já. Já. Og get ég komið í fótstyrningu? Já, tíma í næstu viku. Já. Og hvernig er þetta gert, þessu svona fótstyrningu?
Ertu að bera svona skins krem á tærnar á mér og fætur það? Já, það bara að vera að klippa neglurnar og snirta neglur og hæla og svona. Hæla? Hvað gerir við þá? Það bara raspa eða... Raspa, já. Ertu að bera svo líka þegar þú ert búin að raspa eitthvað? Já, bara borið krem. Krem, svona mikið krem? Já. Já. Og öklana, ertu líka svona að nutta þá? Já, viltu fá tíma? Já. Ef ég myndi koma í fótstendingu, myndir þú nutta öklan á mér? Já, það er bara gert svona... Hann er að segja við mig og ætlar að nutta á mér öklan. Hann er að segja? Það er bara borið við fótinn, já. Já. Hann er að segja, ég ætla bara að nutta á þér öklan á það. Og ristina á. Og ylina á það. Hann er að segja við mig. Halló? Ná, ég ætla að panta að tíma þá. Fótsnýrtingu. Já. Hvenær áttu lausan tíma? Það er næstu viku bara. Hún var hægt að dag, hvað varst að hræða hana? Nei, var ég orðin ógíslegur? Nei, þetta, býtu, ég skal bara hringja og segja aftur hérna slitna, býtu, af því hún var eiginlega bara hægt að tala við. Nei. Hún var bara hægt að tala. Já, ok. Þetta er bara slitna? Já. Hún svarar ekkert núna, sko. Þannig að við þurfum að hringja eitthvað annað, sko. Já, ég veit ekki. Þetta var orðið um mikið. Nei, þetta er... Já, bara, veist... Það var orðin eitthvað, það er sveittar heldur alla. Ég held að hún hefði bara ekkert vita hvað hún ætti að segja, sko. Nei, greið hún. Já, en ég er búinn að finna hérna... Ég var með aðra stofu, já. Þú er búinn að koma aðra stellingar. Ég er til í að vera í þessu bara til 6. Já, ég geti verið í þessu með þetta 10 kvöld. Þannig að passaði upp á hann. Hérna, já, 5... Þannig kemur þetta. Já, Bergis. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er þetta komast í svona fótsnýrtingu. Já. Og hérna... Þú ætlar að panta tíma? Já. Og hérna... Lappa hérna í bókina, já, hérna nú. Hvað, er þetta eitthvað óþægilegt að hvernig svona, ég hef aldrei farið í þetta? Nei, ertu mjög slæmur? Ertu mikið sigg og... Já, svolítið, sko. Þetta getur verið hérna... Búin að vera svona alltaf á leiðin í þetta eitthvað. Ég pússa hérna siggi þannig að hérna... Já. Það getur verið pínulítið óþægilegt en ekkert vond. Ekki svona kýtl og bæði kýtl og óþægilegt líka. Já, getur verið það, en sumir finnst það og öðrum ekki. En samt allt í lagi. Já, þú ert líka með eitthvað svona, eða ekki eitthvað vökva með því, eða? Jú. Svona olju. Jú, svo set ég hérna... Þetta er mjög þægilegt líka, þú fáið gott nutta eftir á fæturnar. Já, nutta. Þetta er mjög þægilegt líka. Já, þannig að þú nutta mig bara alveg. Já. Þannig að, hérna, hvenær viltu koma? Já, ertu með laust í dag? Laust eftir viku? Laust eftir viku, já. Eða á mánudaginn 30. til dæmis? Hvenær að... Já, það er kannski bara, mánudaginn 30. kannski bara ekki góðu lagi, sko. Já, kemstu eftir hádegi, ertu... Já, ég kemst alveg eftir hádegi, sko. Eins og til dæmis klukkan 1? Já, en innan með... Já, það getur verið fínt, sko. Já. Ertu að nutta alveg frá njám, eða? Bara hérna... Alveg kálvan og öklan og það? Bara fæturnar. Bara fæturnar? Bara fæturnar sjálfa, sko. Bara iljarnar og það? Já, og... Og eru bæði konur og kallar að koma til þín? Já. Þú ert átt að nutta konur líka? Já, þetta er bara sko venilegt hérna fótanutt. Já, þú þarfst að byrja það úr olju. Já. Og tætnar að þeim á það. Öklan á það. Já. Það er allt löðrandi í olju hjá þér. Nei, það er það ekki. Tætnar allar í olju og kljáandi og svo. Viltu koma 30. Kljáandi tæru eitthvað þannig og nutta þér. Ég veit það ekki, en hérna það er allavega krem. Já, það er kremi sem verður svona glansandi þegar þú ert búin að byrja á tætnar. Já, kannski. Kannski einhver sem er nýk. Viltu koma 30. klukkan 1? Ég var að fara í nattur.
Ertu að nutta einhvern núna? Einhver sem nýkominn frá Spáni með brúna tær og brúna ökla og alltaf löðrandi olíu. Viltu koma 30. eða ekki? Já. Ég verð að fara, get ekki tala lengur. Kona hjá þig núna? Kona eða maður? Já. Já. Hefur nýkominn frá eitthvað útlandum? Viltu koma 30. eða viltu það máli? Já. Ég kem. Já. Það nafnið? Tómas. Ómar. Nei, Tómas. Tómas. Kona eða maður? Núna, segðu mér bara hvort það kona eða maður. Ég verð að vita. Ólafsgeisli 65. Já. Ok. Takk, bless. Þetta einu Ómar. Við gerum þetta ekki aftur. Næstur fyrir mig, það sem að hefur alltaf fyrir svo fallegt við graðamannin, það skrýtnir hlutir hafa verið æsan, eins og endur skoðundur og eitthvað. Það var fann að sjá þetta fyrir sér. Já, þarna verður að byrja glansandi tær og þarna actually eitthvað sem að að æsa suma menn þarna út í bæ. Þannig að það svona eina, ég heldur þurfum að fara back to basics með hann, að hann að æsast við skrýtnar hluti og beða menn að segja sér eitthvað og svona. Við förum bara aftur í endurskoðun. Já, en ég samt táraðist inn á lodriðana. Ég hef alltaf gaman að þessum vonandi. Þið líka, kæru hlustendur, það stytt í... Herru, ég er að spá. Erum við ekki með neina gæðamúsíkina? Já, hvernig líst það? Kanye West, Rihanna og fleiri með All of the Lights. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Á FM 957 styttist í karaoke hjá okkur. Það er hér eftir örskama stund og við þurfum reyndar bara skuldum auglýsingar á undan. Svo hendur okkur bara í karaoke. Já. Það er óþægilegt að skulda eitthvað. Já, þess vegna er fínt að setja það bara á stað. En lögin eru komin á hreint. Það er Poison með Alice Cooper sem verður sungið í karaokeinu hér á eftir. Og Big in Japan. Big in Japan, Alphaville. Það eru lögin sem verða heiðurlega í dag. Boogie Down Reykjavík með Brynju Péturs á FM Extra. Þáttur með endalaust groove og ennþá meira smooth. Hip-hop, dancehall, R&B, house, soul og funk í háskerpu. Dansaðu með Brynju Péturs á FM Extra á 5-dagskvöldum kl. 9. Þú hlustar á FM Extra í gegnum FM 957 appi eða á vísir.is. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub Austurvöll. Egilsgull. Léttul. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarstmóra. FIFA 14 er komin út. Komdu í geimstöðin og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Stöð 3, krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Gæti ekki hafa sagt það betur, þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að karaokeinu, eins og við sögðum hér rétt að það fór í auglýsingar. Og það er ekki flóknar reglur þar. Nei. Við syngjum báðir eitt lag, eða svona syngjum 90 sekundur úr lagi. Já. Og svo sendið þið, svo ringið þið í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaokeið. Já, sömu reglur og síðast. Og eins kjánalegt að hljómar og þá er þetta alvöru keppni hjá okkur Pétri, þannig að við kerum okkar besta. Og það er þú fyrst og svo ég. Já, ég er alltaf svona pínu kvíðin þegar samt þegar að kemur að þessu. Þú ert með gott lag núna. Ég er með gott lag en röddinn er stríðan. Ég er búin að vera að kvefa það núna í 10 daga. Já, við erum öll kvefuð með það. Kannski geta það bara hjálpað í þessu lagi. En ég á vist að taka Poison með Alice Cooper. Já. Lag sem var í miklu uppaldið mér, 1990 þegar ég bjóði Svíþjóð. Er það ekkert lengur í uppáld? Jú, minnst það er alveg flott. Já, flott lag. Og svo tekur þú Big in Japan, sem að þú ert einmitt, þú ert mjög stóri í Japan. En ert þú tilbúin, Pétur? Var það grín? Fattar þennan. Þetta er bara, mér líður eins og ég hef hlupið marathon. Ég er alveg búinn. Ég átti ekkert eftir, en þetta var Poison hér með Alice Cooper, það er komið að Pétri. Þetta verður erfitt. Og laginu hans sem er Big in Japan. Mér líst ekkert á þetta, maður. Þú gerði þetta svakalega vel, maður. Ég ger alltaf mitt besta. Já, það verður ekki að við tekið. Já, ég ætla að taka þetta Alphaville. Tilbúinn. Já, það er að segja hljónsteinni til Alphaville og lagið heitir Big in Japan. Klar.
Þú endaði þetta krafti, það ekki hægt að segja annað. Þú veist, hún eldröður í framann, maður. Allt í einu byrjaði að koma að hrúa texta maður. Ég var búinn að steingleyma þetta, það var svona lag sem þurfti eitthvað að hafa fyrir. Þá erum við búin að eyðileggja 2 lög, en hvor okkar var skárri, kæri hlustendur. Það að hringja núna í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þetta. Hér opnaði fyrir Síman FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvor fannst þér betri? Mér fannst þið báðir góðir en ég held ég segi Uddi. Atna, þekki, takk æðislega fyrir það. En varst ánægð með Pétur líka? Ég datt út, hvað sá hún? Hvað sagði þú? Henni fannst báðir góðir en ég fæ atkvæði. Munaði svo litlu, maður. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Þetta gæti orðið jafnt í dag. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Auðun, þú tekið miklum framförum. Er það málið? Þetta var bara virkilega vel gert. Það er að gefa þetta atkvæði. Er þetta ekki að ljúga? Já, nei, ég er bara, ef yfirleitt, ef Pétur einhvern veginn náði að römba svona flottar í gegnum með það, þú varst bara, þú varst líkur honum, sko. Já, takk fyrir það, hann náði honum helviti vel. Hann náði honum, sko. Já, hann gerði það. Glæsilega, takk fyrir það. Takk, bæ. Ég skal viðurkenna þetta, það var vel gert hjá þér. Þú varst frábær líka. Eins og ég sagði bara í en þú veist, þér varst búin að taka lagið, þetta verður erfitt, maður. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði? Það er eiginlega Uddi, en ég listi þið eiginlega aðeins þegar þeir voru leiðinni heim, en það var eiginlega atkvæð þótt ég misti rétt aðeins í byrjunin. Ok, takk. Mistur þú af þegar ég var að syngja? Já, þú var Á ég ekki bara að syngja fyrir það aftur? Nei. Já. Það er glæsilegt, takk fyrir atkvæði. Ég misti málið. Ok, bæ. Já, ok, takk. Þá er 3-0, Auðun Blöndal. Halló. Pétur. Já. Pétur. Já, Pétur hérna, blessaður. Hæ. Hæ. Pétur Jóhann Sigfússon hér. Hver fær þitt atkvæði? Pétur. Pétur, já, hann var að segja allan tíma. Já, hann vil bara hafa þetta stutt og laggótt. Takk fyrir maður. Takk fyrir að ringja. Ok, 3-1. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Það er Pétur. Hann sýtti frábært tilþrif. Hann sýtti frábært tilþrif í lokin. Læðast eftir hann með núna, maður. 3-2. Maður heyrði innlegunina. Hann var sko að leggja sig fram hann í lokin. Hann var eiga það reyndar. Hann fílaði líka þetta lag í tætli, sko. Já, þú varst alveg með rosalega gott lag sjálfur, sko. Já, það er Poison er grjótall lag. En Pétur fær atkvæði í dag. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir að ringja. Það hjálp mér á lífi. 3-2. Ég sáttu bara. Þetta er að vera heldur jæmt núna. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Þið fær þitt atkvæði í dag. Ég er með svona valkvíða, en ég ætla að segja Uddi. Ég var stressaður þetta, maður. Hvað var nálægt ég að myndi segja, Pétur? Þið var mjög góðir. Takk að þið fyrir maður. Já, varst bara ána með báða. Já. Finnst þér að karaoke að vera á 3 gegna fresti? Ég vært alveg til að hafa bara í hverju viku, sko. Já, ok. En það var. Já, ok, en allavega þannig að þú ert ekki óána með að sé allavega einhvern tíman. Nei, það er mjög skemmtilegt. Glæsilegt. Takk aðeins fyrir að ringja. Takk fyrir. Já, einmál, bæ. 4-2, Pétur, ég gæti tritt með sigur hérna. FM, góðan daginn. Daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Þessi einstakleikur mér ná alveg á hreinu. Hann veit alveg hvað hann syngur þessi. Já. Þannig að við verðum að hlusta á hann. Þið voru báðir frábærir. Ok. En ég verður ekki að Pétur Blús fyrir innluguna, en atkvæði mitt er til Udda. Já, nefn að þú varst að byggja með sigur. Alveg, hvernig hann söng Poison að þessari innlugun, það var alveg eitthvað sem ég myndi borga fyrir að heyra aftur. Já, þessi snillingur er hérna á línunni, maður. Takk hérlega fyrir þetta og þú ert búin að tryggja sigur, maður. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Bye. 5-2. Winning is my fuel, Pétur. Winning is your fuel. Yeah. En við tökum alltaf veit. Nei, það reyndar í þessu tilfelli, ég er bara bara 2 Hvernig hefur þú kosið? Halló? Hver hefði fengið þitt atkvæði? Hvernig hefði þú kosið? Halló? Nei, maður sjá, hvernig hefði þú kosið? Pésa, maður. Þú hefði fengið eitt hann í lokin. Eitt í lokin, hvað mennur? Næsti og eftir. Þeir eru allir kosið mig, sko. Já, þægilegt, maður. Hvað er þægilegt? Svona sigurar. Hvað er þægilegt, maður? Ég segi aldrei svona þegar í þau fáskilsi ég sigur eitthvað. Þetta er Ellie Goulding hér með lagið Burn. Þið er að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957. Það er akkurat það sem ég var að lenda í hérna rétt á hann. Hvað? Já, bruna. Illa brendur. Já. Illa brendur eftir karaoke.
En þú jafnaði nú vonandi. Já, samt erfitt að jafna sig þegar maður svona umhverfið eins og ég að vera í kringu þig. Gaman fyrir ykkur Púlana Suárez, hann byrjar leikinn á eftir Manchester United Liverpool, þannig að það stemming. Klukkan hvað þessi leikur? Ætlar að fara eitthvað? Já, ég næst bara fyrir áleika, þetta nú reynda deildabikarinn en ekki það er alltaf stóri leikir þegar Manchester United og Liverpool mætast. En þetta svona barnabikarinn sko. Nú, þetta ekkert... Liverpool vann töluvert mikilvægri leik á móti okkur daginn og þeirra heimaði sko. En ekki það, að sjálfsögðu maður vinna þennan leik. Já. En Suárez byrjunlið Manchester United ekki komið á hreint en við erum aðeins eftir að fara í lagi á leiðin heim sem ég ætla að setja einmitt á núna og þetta lag sem ég spilaði hérna í vikunni og eitt svona coverlag með hljómsveit sem ég spilaði á mánudaginn. Þetta er hljómsveit sem heitir Kings of Leon og hérna er að taka lag eftir Robin sem heitir Dancing on My Own og þetta finnst mér alveg salega fallegt hér. Já, en það er komið að lokum hjá okkur Pésa þennan miðviku daginn. Já. Takk kærlega fyrir daginn, Píturs. Sömuleiðis vinur minn. Alltaf gaman að vera með þér. Sömuleiðis vinur minn. Takk kærlega fyrir hlustununa, kæru hlustendur. Vonandi sjáu eitthvað fært að hlusta aftur á morgun klukkan 4, þá verður við Steindi Junior hérna í sama, ef ekki betri gír. Já. Ha? En takk, nei, ekki betri. Það er rétt að toppa þennan dag. Við vorum hressir í dag. Og samt Steindin. Steindin, alltaf feskur. En takk ég líka vel á mæti Rikka, hann er að mæta hérna í stúdíóið. Já, hann er feskur. En og aftur takk fyrir hlustunum í dag og heyrumst á morgun. Frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Í kvöld á English Pub sér Eyþór Ingjum að koma öllum í rétta gírinn. English Pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttul. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Humarsúpa Hafsins. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar og hámarkaðu afsláttinn þinn. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. FIFA 14 er komin út. Komdu í geimstöðin og nældu þér í eintak. Geimstöðin Kringlunni. Spilaðu meira, borgaðu minna. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players. Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka.